Þegar ég fæ fólk sem að hugsa að kaupa sinni fyrstu íbúð, því ég tengi algjörlega við sjálfa mig. Ég einmitt sjálfa að safna mig fyrir íbúð og bara á fulla leita og þetta bara heilmargt sem þarf að hugsa um. Hvar stend ég núna og hvert stefni ég? Hvað vil ég fá út úr kaupunum og hverju tilbúin til þess að fórna? Og það hægt að fara á heimasíðu Arion banka og gera svona bráðabirgðaríslumat, þannig að maður hafi einhverja hugmynd það hvað maður getur gert. Og síðan hægt að fara að leita að eignum og gera tilboð. Svo snúið sér í útibúið í formlegt greiðslumat. Sé greiðslumatið jákvætt, þá farið í skjalagerð og kaupsamning og svo bara kvittað undir og borgað og skálað. Það mikilvægt að gera það í lokin. Það kannski erfitt að ímynda sér sjálfa sig eftir 40 ár og margt sem getur breyst á leiðinni. Þá mikilvægt að hugsa ekki of stórt, að hafa borð fyrir báru. Besta niðurstaðan fyrir viðkomandi er kannski ekki að kaupa íbúð, það skiptið. Það að bíða sem að kostar okkur svolítinn tíma getur sparað okkur mjög mikið af peningum. Það er bara gott að fara yfir þessi mál, fá eitthvað svona utanaðkomandi til að fá okkur aðra að sýna málið. Svona eftirminnilegustu fyrstu kaupendurnir mínir eru ung par, klára skóla og kaupa svona fyrstu eign og í rauninni bara vildu fá ráðgjöf varðandi ferli frá A til Ö og þetta var orðið þannig að ég var farin að bara þekkja inn á allt og hitti þau meira að segja í Bauhaus fyrir tilviljun reyndar, ekki svona að ég fór með þeim að velja innréttingar sko, það var ekki þannig. En þetta getur orðið mjög persónulegt og náin tengsl á milli þegar þetta náttúrulega heljarinnar skuldbinding sem fólk að fara út í.